Hvað eru íbúðir lengi að seljast í dag? Samkvæmt mánaðarskýrslu HMS þá eru íbúðir Reykjavík að seljast á 63 dögum. Íbúðir annars staðar á höfuðborgarsvæðinu eru að seljast á svona 69 dögum og nýbyggingar eru á 4 til 6 mánuðum. En af hverju skiptir þetta máli? Það skiptir máli upp á til dæmis verðlagninguna. Margir eru að verðleggja út frá einhverju sem þeir vona að fá og þeir skoða markaðinn og sjá hvað aðrar eignir á markaðinum eru settar á, en það sést ekkert endilega hvað þær eru að fara á. Og eftir að eignir eru búin að vera á markaði í kannski í 2 mánuði, 3 mánuði, þá er kannski búið að lækka 2 sinnum áður en það er loksins seljast. Þannig að ef við erum að bera saman við eignir sem eru á markaði núna, þá getur verið að verðlagningin sé of há. Raunhæf verð frá fyrsta degi, það selur oft hraðar og á hærra verði heldur en að vera að verðleggja sig of hátt í byrjun og þurfa síðan að lækka sig. Að þá ertu komið með annan kaupendahóp sem er að skoða eignina. Síðan er það fjármögnun. Ef þú ert að kaupa aðra eign og treystir á söluna þinni eign til þess að fjármagna kaupin, þá er mikilvægt að setja það inn í tilboðið þannig að þú hafi tíma til þess að selja þína eign. Af því að þú vilt ekki lenda í tímapressu og þurfa síðan að setja þig við miklu lægra verð heldur en að þú hefðir vilja. Síðan er það bara væntingarnar. Ef þú veist sirka hvað tekur langan tíma að selja eignina þína, þá getur þú undirbúið þannig að þú segir upp leigusamningnum á réttum tíma, setur fyrirvara í tilboðin þín og svo framvegis. Þetta bara skiptir miklu máli fyrir tímaramman á kaupum og sölum. Sölutíminn fyrir eign í þínu hverfi er talan sem ræður hinum ákvörðunum, í rauninni verðlagningunni, fjármögnunni og tímarammanum. Þannig að það er mikilvægt að vita sirka hvað tekur langan tíma að selja. Ef þú ert með einhverjar spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, þá máttu senda mér skilaboð á steingrumur@húsgjöld.is eða skilaboð á samfélagsmiðlunum.